Talað sund á Akureyri oft eins og sé bara ein sundlaug í bænum, sundlaug Akureyrar. Það þó ekki alls kostar rétt, því í þorpinu aðra sundlaug að finna, Glerárlaug. Við skulum kíkja í heimsókn þangað. Við pínu falin hérna bak við íþróttahúsið og við segjum við alltaf við sem svona best varðveita það leyndarmál Akureyrarbæjar sem mannvirki. Þetta náttúrulega, þetta sést mjög illa og ég held líka bara að því þetta innilaug þá sem sagt dregur það úr fólki að koma en það veit ekki þess útiaðstöðu sem við erum með úti sem bæði pott og lítið vaðlög og ég held að það sé vandi að auglýsa það betur. En hver saga Glerárlaugar? Ef við byrjum bara svolítið á byrjuninni. Ég ekki alveg með hann á hreinu, en þetta held ég fyrst og fremst byrjuð sem skólasundlaug, en sem betur þróast út í það að verða eins og hún því að hún átti að vera minni, hún ekki stór, átti að vera ennþá minni. En kennarar í Glerárskóla, já, ég held þessi rétt hjá mér að þeir stækkuðu hana. Og þá kom svo hugmynd að opna hana fyrir almenning. Hún opnaði fyrst í janúar held ég 90 fyrir skólasund en í mars fyrir almenning. En hún sem sagt ekki í fullri keppnislengd, en það hafa nú verið uppi umræður að jafnvel stækka hana, eða ekki? Já, það komin einhverja, við erum búin að sjá teikningar sem eru alveg stórkostlegar en við veit ekki hvað það verði, en það var gaman að það yrði þetta, þá var bara stóra framkvæmdi framöndan, hvort það tekur 10, 20, 30 ára framkvæmdaðar, en þetta búið að vera svo tala þetta svolítið að stækka og stækka fyrir Gæsalaugarhöllina að stækka upp frá. En hvað verður, það byrjar að menna að tala og svo kannski gerist eitthvað. En hverjir það sem nýta þessa laug aðalega? Já, náttúrulega skólarnir nýta þetta náttúrulega í botn. Svo það sundfélagið og svo þetta mikið fólk sem fullorðið fólk og þeir sem eru fatlaðir eða eru með gang eða hreyfingu koma í mikið þannig að hér engin stigar og gott aðgengi og náttúrulega hiti sem við höfum hérna við að vera inni. Gigtveikahópar eru hérna í leikfimi líka eða í sundleikfimi og það að fólk segir við okkur að það myndi aldrei fara í sund eða þessi laug var ekki til, það myndi bara ekki fara í sund. Þannig að þessi laug hún hefur klárlega ákveðna kosti fram yfir sundlaug Akureyrar sem að fleiri kannski sækja. Já, og þetta eins og þetta, aðgengi fyrir þá sem eiga erfitt með að hreyfa sig og þurfa að hita hann. Þau sækja mikið hingað og fullorðið, sérstaklega við erum með mikið fullorðið fólk. Svo eins og alls þar í öllu sundlu þá mynda svona fastagestir sem koma alltaf á sama tíma. Það svona frekar fullorðið fólk. Ég bara myndi vilja sjá meira fólk með lítil börn. Því þetta alveg upplagð laug fyrir að vera með lítil börn. Bæði laugin það grunn og þægileg og tínir engum, ferð út, komast ekki til burtu. Það sem okkur hefur bara sárnað að sjá ekki fleira fólk með lítið börn hérna. Þetta mjög góð aðstaða fyrir fólk með lítið börn. Og akkurat núna fer einmitt fram sundkennsla fyrir lítil börn. Já, og Dilla hérna sundfélagi og hún að taka börnin í 4 ára. Það gengur mjög vel og aðsóknin bara mjög góð. En fyrir íbúa Akureyrar þá getur nú einmitt verið mjög gott að vita af þessari laug, sérstaklega á svona stórum helgum eins og stórum skíðahelgum þegar hinn sundlaugin gjörsamlega stöppuð og mann langar kannski í sundi meira frið og ró. Akkúrat, við erum oft búin að vera svolítið hissa þessu. Ég held að það bara þegar að tala sundlaugur á Akureyri, eða sundlaug, það alltaf minnst bara sundlaug Akureyri. Það aldrei, þessi laug bara ekki vera til. Og man allir í kerfinu, það skulle ekki vera þá betur auglýst við að þetta koma hingað í sund. Ég hann kannski skárra vera ég heldur en við allir traðrakjöran upp frá, alltaf. Við fáum allt og lítið af fólki sem einmitt á svo stórum helgum að koma hingað. Við getum alveg tekið við tölvöld, þó náttúrulega ekki lítið með að við sundlaug Akureyrar, en getum alveg tekið við tölvöld fleira fólki, sérstaklega á svo stórum helgum. Já, og þá kannski einmitt upplagt að dreifa álaginu. Já, og við erum ofta
Það var bara gaman að fólki, ég held að þau gera með sem í sundlagar, ég held að þau sem að vísja á okkur, en þá bara, kannski veit bara, hvar lögin, bara finna hann ekki. Og hvernig getum við gert þannig sýnilegri, það svolítið erfitt. Það kannski betri í auglýsingum og upplýsingum, það kannski málið. En það vita kannski fleiri af þessari sundlaug núna eftir þetta innslag hérna á N4 og leggja leið sína hingað í þorpið. En svona lokum, Konni, þá verðum við að minnast á eitt tæki sem hérna í sundlauginni hjá ykkur, en það mætti vera í fleiri sundlaugum landsins. Ertu til í að sýna okkur þetta tæki? Já, endilega, komum við að skoði. Já. Þetta tæki notum við til að pumpa í hérna svona kúta. Oft vantar oft í það og þegar fólk kemur hérna með kúta sem vantar að bolta, þá þessi pumpa notuð í það sem ætti bara alls þar að vera kannski. Þetta mjög þægilegt því að menn ofta að blása á hálflíði yfir og þeir að blása í kútana. En þetta galdra tæki, einfalt og þægilegt. Það líður ekki yfir neitt af loftleysi hér í Glerárlaugarnar? Nei, ekki þegar notað þetta. Þetta bara brosniðið.